Sæl. Í minni kynningu opin hugbúnað ætla ég að kynna glæruforrit sem heitir Prezi og hægt að finna það á netinu. Við þurfum að skrá okkur inn á þessa síðu en það er mjög auðvelt að nota þetta. Eftir að við erum búin að skrá okkur inn þá ýtum við hérna á New Prezi. Við skrifum nafnið á glærukynningunni og ég ætla að láta mín að heita súkkulaði. Getur skrifa lýsingu líka á glærukynningunni. Ég ætla að sleppa því núna. Nú hlaðast inn þessar upplýsingar og forritið opnast og þá getum við farið að vinna með þetta. Þetta er sem sagt bakgrunnurinn og ég ætla að hafa bara auðan bakgrunn og ýti hérna á Start Editing. Og þá er ég komin inn á sjálft vinnslusvæði. Hérna er verkfærakistan sem við notum. Ég byrja á því að tvísmella. Þá kemur þessi möguleiki og ég skrifa súkkulaði. Hérna eru sem sagt möguleikar á að vera með feitastafi, skástafi og grannastafi. Ég ýti á OK, smelli hérna og þá kemur upp þetta sem kallað Zebra, sem er aðalverkfæri sem við notum. Ef ég ýti á hendina, þá get ég fært þetta. Ef ég ýti á plúsinn, þá stækka ég þetta og mínusinn þá alveg að minnka. Og hringurinn, hann gegnir því hlutverki að snúa, breyta staðsetningu. Og svo get ég hent þessu ef mér líst ekkert á þetta. Og farið aftur í þann fítus að breyta stöfum. Hérna er ég sem sagt komið með fyrstu glæru í rauninni. Af því þetta eru nokkurs konar glærur sem að raðast upp. Ég ætla að búa til aðra og nú ætla ég að setja inn mynd. Þá ýti ég á Insert og Image og fer bara inn í, ég var búin að hlaða niður í tölvunni hjá mér. Ýti hérna á myndina og þá kemur hún hérna. Og hérna er myndin og ég ætla að færa hana svona hingað, hafa hana aðeins að borga sig að hafa aðeins lengra bil á milli. Því að þegar við förum að færa á milli þá er svona skemmtilega að sjáist ekki í það sem á eftir að koma eða kemur var á undan. Nú ætla ég aftur að tvísmella og þá fæ ég þennan möguleika og ég ætla að skrifa hérna hvernig á að baka súkkulaði köku. Þarna geti ég sett inn uppskrift þess vegna, ég get sett inn skjal úr tölvunni hjá mér en ég ætla að sýna ykkur hvernig ég set inn YouTube myndband. Þá fer ég í Insert, YouTube og urlið er hérna og Insert. Og þarna er myndband með henni Nigel þar sem hún er að segja frá súkkulaði. Og ég ætla að hafa þetta hérna og það er nákvæmlega sama, ég smelli einu sinni og fæ upp Zebrað og hérna get ég stækkað og ætla að hafa svona aðeins lengra. Og í rauninni get ég endalaust bætt við og tengi þetta svo saman. Svona lítur þetta sem sagt út hjá mér. Spurning hvort að ég myndi stækka þessa hérna stafi aðeins. Það hafa allavega hana feita. Svona. Ok. Þannig að næsta sem við gerum, það er að tengja saman glærurnar svo við getum hort á glærukynningun. Þá fer ég hérna í Path og ýti á þetta og þá kemur hérna 1. Ég færi það yfir súkkulaði því ég ætla að byrja á því. Fer svo aftur hérna á fyrir 2, þetta er sem sagt númer 2, 3 hérna, 4, svo ætla ég að fara aftur tilbaka á kökurnar og enda á súkkulaði. Og þá getum við, sjáu þetta raðast hérna fyrir neðan, þá getum við bara farið að horfa á þetta. Þá ýti ég hérna og nú gerist þetta. Byrjum hérna og fyrir næst á eins og sjáum á, fer næst hérna, kökurnar, næst er það hvernig á að baka súkkulaðiköku og leið og ég byrja ýti á glæruna þar sem að vídeóið er, þá fer það á stað. Ég þarf ekki að ýta á play. Og aftur förum við á kökurnar og endum á súkkulaði. Mjög auðvelt. Að gera að prófa bara. Takk fyrir.